Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni helgaður verslunarmannahelginni á Akureyri, ein með öllu og sumarleikarnir. Framundan reyndar helgina eru meðal annars mærudagur og fullt af hátíðum land allt auðvitað. Styttist síðan í Versló og síðan helgina þar á eftir fiskidaginn mikla og handverkshátíðin á Hrafnagili. En við ætlum að ræða aðeins þessa hátíð og fá að heyra og fá að vita svolítið hátíðina. Verið velkomnir, herramenn. Já, fröken. Frú. Davíð, þú ert búin að vera dálítið lengi í þessu, vera innvinklaður í eina með öllu. Hvernig hefur þessi verslunarmannahelgi þróast hérna á Akureyri? Hún er búin að fara í allar áttir sko, með þróunin að gera sko, alveg frá sko Halló Akureyri bara. Svo verið bara, það hefur svona verið svona hinur þessi stjórnendur sem hafa tekið kannski helgina, svolítið þangaða og hingað og allt þetta. Ég held að við séum svona svolítið bara einhvern veginn í miðjunni núna, þú veist. En hún er búin að fara í allar áttir, þessi... Sko, Halló Akureyri, það var svolítið svona gubbum á tjaldstæðinu þegar Já, pissigarða og allt þetta. Já. Það var bara svo opaslega mikið ungu fólki hérna og bara allt á fullu. Svo kemur náttúrulega Magga Blöndal hérna inn og hjálpar okkur við að leiðrétta þetta aðeins. Kemur með sinn kærleika og blóm og hjartakross. Já, og allt það. Og hérna, við höfum reynt að halda rosalega mikið í það konsept sem var búið til þá. En svona aðeins bætti við meira, hvað við segja, rocki, svona í rólegheitunum. Já. Svona aðeins að poppið upp, sko. En svona bæjarhátíðir, þetta er löðrandi í bæjarhátíðum landið, bara allt sumarið. Já. Þetta ekkert að verða búið? Nei, það ég held sér bara bætast við einhver. Já. Eða bara einhverjir stórir viðburðir, kannski ekki endilega bæjarhátíðir, heldur bara hátíðir yfir höfuð, sko. Og bara, á sínum tíma könnum við þetta, það voru 340 eitthvað svona hátíðir haldnar svona yfir landið, yfir árið. Já, þannig að svona eina hátíð á hverja 1000 manns eða svo. Já, þetta er alveg svakalegt magn, sko. Eins og þú varst að telja upp, sko, áðan, þú veist, fiskidagurinn eftir okkar hátíð, mærudagur og undan, við erum með handverkshátíðina. Þetta er bara ekkert smottir sem er að gerast, sko. Og þetta er bara svona rétt á túnblettinu? Já, bræðslan næstu líka og... Nákvæmlega. Þannig að þetta er mjög fljótt að telja. Við erum dálítið yktir Íslendingar. Það er bara svona, bæjarhátíð, það er góð hugmynd. Gerum þetta öll. Já, við náttúrulega stofnuðum, byrjuðum með þetta verslódæmi á Akureyri á sínum tíma þegar það var bara nákvæmlega ekkert að gerast í bænum. Já. Það var bara, verslunarmannahelgin var bara versta helgi ársins, sko. Þetta voru þetta ekki verslunarmenn fyrst og fremst sem voru bara það tæmdist bara bærinn, bara... Jú, og ennþá, þetta er bara svona hagsmunaaðilar sem við erum að vinna basically fyrir, sem að bara taka sig saman og þeir vilja bara verið haldin helgi hérna, sko. En kannski ekki síður hafa komið líka svona seinni tíð að fjölskyldur bara vilja að það sé eitthvað við að vera svo þau getur bara verið heima hjá sér og haldið unga fólkinu og... Já, þurfum við ekkert að vera elta krakkana, til eða eitthvað annað, skilur. Það er bara fínt að það sé eitthvað að vera fyrir því hér líka. En sko, fyrirgefðu, talandi þróun á hátíðinni, þá er alltaf þessi gæðir mættur. Þessi mættastur. Já, og kynnan til leiks. Já, þessi, Rúnar F. tónlistarmaður, velkominn. Við vorum bara hérna aðeins í spjallinu. Já, bara fylgjast með ykkur. Já. Stóðu ykkur ekki vel bara? Jú, mjög gott. Flott. Hvernig, þú tekur við helginni, hvaða ákvaðst að koma með eitthvað svona finn tón á helgina? Nei, í rauninni ekki, sko. Ég kem náttúrulega kannski bara inn til þess að, bara fá fest blóð í þetta og Dabbi er náttúrulega búin að vera ógeðslega lengi í þessu og... Orðinn hundleiður á þessu? Já, og eðlilega bara allt sem maður gerir, skilur. Það er alveg sama í hvað þú gerir, hvort þetta, eins og fyrir mig, hvort þetta semja músík ekki, ef þú ert alltaf bara einn í þínu horni, þá staðnar það svolítið, þá ert ekki að fylgjast með öðrum hlutum á hlið, sko. Þá er bara fínt að ég kom inn með honum og ég er í rauninni ekkert að gera hlutina öðruvísi heldur en hann, bara... Svona pínu, hann veit ekki af því, sko. Já. Leifur honum halda þetta. Ég sé að hrista hausinn svona stundum þegar ég er að gera eitthvað. Leifum honum að reka sig á þetta, drengnum. Það er bara fínt og ég held bara þessi blanda hjá okkur á okkur tveimur sé að virka á rosa vel, sko. Það er kannski pínu erfitt að gera eitthvað nýtt á þessar helgi, það er búið að gera þetta svo oft, skiljið, og þetta er náttúrulega bara svo opbóðslega stórt, það er svo hrikalega margir viðburðir. En það er einmitt það sem við vorum aðeins að spjalla saman hérna þegar þú varst að taka við þessu og það var eins og þú væri nú bara hálfgáttaður yfir því þú ert náttúrulega búin að búa hérna og taka þátt í þessum hátíðarhöldum og svo framvegis. En það kom þér eiginlega bara óvart og fórst í rauninni að fara yfir dagskrána, hvað þetta var til dæmis bara veglegt í fyrra. Já, veist, menn voru náttúrulega, þetta gekk svona passlega vel í fyrra, náttúrulega fengu ömurlegt veður. En ég
fyrsta sem ég gerði náttúrulega var að skoða dagskrárna síðastliðin ár og svona hvað hafi verið að vera og svona og hverju maður getur breytt og bætt og hvað að halda í og svona. Dagskráin fyrir að var frábær, sko. Já, þar á líka og þar á... Já, hún er bara yfirleitt frábær. Hún er reyndar alveg óvinnuflott í ár. Já, sammála því. En hversu mikið spilar veður inn í aðsókn? Það er einu sem skiptir máli. Það er bara þannig? Já. Við vitum það alveg, þú veist, ef við pældaði síðan, þú veist, þetta er stærsta ferðahelgi ársins. Þú ert að fara ferðalag. Bara sama hvað hver segir, það er bara ferðalag. Þetta er Vestló. Þannig að þú keyrir náttúrulega bara stað og það sem veðrið er. En maður heyrir sko, þegar ég spjalla við fólk sem er að halda á svona hátíðir, þá er nú ýmislegt sagt sem er kannski ekki sagt í sjónvarpsviðtölum. Eins og til dæmis að þetta sé nú örugglega allir á launum við þessa veðurspá, kannski hingað og þangað. Er þetta máli ef að fá þetta á hreint? Er hægt að kaupa veðurspá á Íslandi? Hafið þið reynt að kaupa veðurspá? Nei, ég hef kannski ekki reynt að kaupa það, því við hefum ekki pening til þess. En náttúrulega þessi hátíðir... Sumir kannski geta það. Já, en ég hef alveg fengið það, já, beint ég bara. Það sé náttúrulega ekki takt að henda lélegri veðurspá á Suðurlandi, það sé svo miklu peningar að koma þaðan. Og þá erum við náttúrulega að tala um eyjuna, og ég hef alveg fengið þetta bara, það er bara beint ég. En er þetta staðreynd eða er þetta slúður á götunni? Ég er bara mjög forvitin í þessu máli. Ég tók þetta símtal. Já. Ég get bara slökkt á slúðurinu, það er bara þannig. Þetta var bara sagt beint í feysið á mér á sínum tíma. Já. Ég held líka að sé svolítið þannig, sko, ef að sá aðili sem er að eyða hvað mestum peningum í útvarp og sjónvarp og annað, í auglýsingar, hann eðlilega hefur kannski meira vægi heldur en aðrir. Ég er ekkert endilega viss um að þið sé að skálda einhverja veðurfréttir. Ég held að það sé bara meira það að ef það er vont veður á þeim stað, þá tala það bara minna um veðrið þar. Já, það er akkurat það sem... Og tala meira um hvað er vont veður annar staðar. Ef það er frábært veður á báðum stöðum, þá tala það bara meira um hvað er gott veður þar. Ég held að það sé svolítið svoleiðis, sko. Við getum alveg skoðað söguna bara um veðurspá fyrir Vesturlandshelgi Akureyri. Hún er alltaf verið svona frekar döpur, sko. Og það var ekki fyrr en í fyrra að veðurspáin virkilega stóðst, sko. Þú veist. En yfirleitt höfum við verið bara í fínu veðri hérna. Það hefur yfirleitt aldrei ringt á okkur eða neitt þannig. Og bara alltaf verið bara mjög mildt og þægilegt akureyrskt sumarveður við Vestló, eins og flestir vita. Mér langar að fá rannsóknarblaðamann í þetta mál, sko. Já. Ég á sko upptökur bara á vídeóspólum, sko, síðan hérna í gamla daga. Ég tók alltaf veðurfréttirnar fyrir Vestló. Og ég á alveg hellinga þessu, sko. Já. Já, þú veist. Þetta er náttúrulega einu sem skiptir máli. Já. Það er bara þannig. Þetta verður gaman að fara yfir þetta, veðurspá versus raunveruleiki í gegnum tíðina. En Anna, það kannski skiptir engu máli. Hvað verður að vera? Það skiptir ekkert svo sem neinu máli. Nei, djók. Jú, að sjálfsög, við náttúrulega tjöldum öllu til bara. Já. Þú veist, það er bara allt sett í gangi, svo er gert fyrir alla Vesturlandshelgar. En svo náttúrulega bara sitjum maður á miðvikudagskvöldi fram að sjónvarpið og horfir á veðurspána. Ef hún er ekki góð, þá náttúrulega bara... Pakkar maður saman? Nei, alls ekki. Þú veist, hvað á maður að gera? Maður klárar helgina bara, skilur. Klárar bara helgina, þú veist, með stæl. En ef það er gott En þið eruð í einkennisklæðin innan þessara verslunarmannahelgi? Já, það er bara klárt, sko. Það er bara tilbúið, En hvernig er þetta, það er líka sumarleikarnir hafa blandast inn í þetta. Hvernig er svona þemað? Við erum að fá fullt af gestum hérna líka, en svona kannski eins og helstu popparar og svona, hverjir eru að koma? Við erum með bara rjómann, það er bara svoleiðis. Þú veist að skoða dagskrána. Já, við tókum síma með okkur, það er svo mikið hérna. Já, þið getið ekki lagt þetta á En ég get alveg sagt ykkur, ég man svona alveg megna þessu, sko. Já. Við erum að fá Pál Óskar, Aron Kahn, Úlf, 200 naglbíta, Gretu Salome. Hvað meira? Nú man ég ekki meira. Mér finnst þetta frábært. Þetta er sko maðurinn sem man ekki eigin texta sem hann sér. Já, við erum með alveg, sko, það er Aron Hannes að koma, Silvía Erla sem er búin að eiga nokkra flotta hittara. Aron Brink líka. Aron Brink er að koma, það er bara... Þetta er bara alveg rjóminn af þessari... Og við hvetjum fólk náttúrulega bara til að kíkja inn á einmöðlu.is. Já. Við erum að hamast þar við að setja inn dagskrá. En þessi sumarleikar, þetta byrjaði aðeins í fyrra? Já, það var bara skemmtileg pæling með að reyna kannski blanda svona pínu íþrótta einhver inn í þetta. Og í ár eru við með, sem sagt, ætlaði að mæta hjólreiðagæðinir, þeir ætlaði að vera mjög stórir. Þeir eru með, Townhill. Townhill, já. Það sem er bruna niður kirkjutröppurnar á fjallahjólum. Það vakti mikla lukku í fyrra. Það er ógeðslega flott. Svo ætlar það að vera með uphill. Þeir ætla að fara í fyrst skipti á reysurum upp gilið.
Já. Og svo erum við með upp í fjalli líka Downhill-keppnina. Downhill-keppni alveg ofan Hlíðarfjalli og niður Kjartansskoðun. Í brautinni. Downhill, uphill og downhill. Já. Í rauninni, já. Og þetta er allt svona viðburðir sem þú bara getur komið að horta á. Þú veist, svo er náttúrulega kirkjutröppulaupið líka. Þú veist, þetta er bara, fyrra var alveg stappað á þessum viðburðum, sko. Það verður keppt í strandblaki, judo, hjólreiðamenn ætla að hjóla með slökkviliðsgörpunum sem er að fara ganga hringinn í Eyjafjörðinn og... Þannig að þetta er svona fjölskylduskemmtun, tónlist, íþróttir, ættir eitthvað. Já, hellingur fyrir krakkana líka. Við erum með Vísindavilla og Leikópur Lottu og Greta Salum ætlar að skemmta krökkunum líka. Og svo náttúrulega Mömmur Muffins var ekki haldið í fyrra. En núna ætla þær alveg bara baka þessu villsíkar og safna peningum, já. Og bara, þú veist, það er svo skemmtilegt hvert þetta er komið pínu, þú veist. Við erum komin upp smá íþróttir. Það er komið eiginlega svona allt fyrir alla. Ég meina, svo mæta slökkviliðsgæðirnir ætla að safna hér fyrir sjúkrahúsið. Þú veist, þeir ætla að labba hringinn hérna, þú veist, þetta er bara allt að verða svona svolítið svona eins og Akureyri. Eitthvað svona fjölskyldu, eitthvað svona fallegt, eitthvað pínu pönk og listir og gleði. Já, Gleratorg ætlar að vera með miðnættudrottnun á 50. Með fullt af flottir dagskrá. Og þar verður dagskrá alla helgina, hæfileikakeppni krakkana, hún er þar á sunnudegi. Og bara, þú veist, við getum bara haldið áfram hérna í alla daga að ræða. Endalaust dagskrá, sko. En veðrið verður á endanum, þar sem að máli skiptir. Já. Já, það verður hérna 25 gráður. Það er bara búið að panta það. Það verða 27 stig á Akureyri og logn. Það fóru helmikið af budgetun okkar í það að panta veðrið. Spurning hvort það hafi færst eitthvað. Já. Það búið alltaf gott núna. Það er gaman að fá ykkur strákar og við ætlum að halda einmitt áfram hérna á eftir og fáum einmitt slökkviliðsmenn í settið næst.